Sæll ekki, gaman að fá þig. Já, takk. Við erum hérna með Sigur Hólmar Jóhannesson. Sko, fyrir mér, í símaskránum er þetta Siggi frændi. Já, já. En við erum náttúrulega Ekki frændur. ekki frændur, Eða kannski erum við það. Já, eflaust. En þarna... Eins og allir Íslendingar, einhverju leyti. Já, en þarna, ótrúlega gaman að fá þig hérna, Siggi. Mér Já. þykir ótrúlega vænt um þig og gaman að fá þig Sömuleiðis. hérna. Og fyrir mér ertu svona maður sem er meir svona sem fyrirmynd. Út svona stytta og stóð og með svona sögu sem hefur svona, sem ég hef tekið til mín, to heart. Og hérna, veist, og mér finnst alveg merkilegt að þú skulle bara standa hérna upp í dag. Já, ég situr reyndar fyrir betur fyrr. Já, en þú meina hvað við, mér veit það er bara með ólíkindum. Já, takk fyrir það, Guðrún. Að þú skulle bara vera sá sem þú ert í dag með það við það sem undan er gengið. Já, takk fyrir það. Það er búið að ganga eins og. Það er búið að ganga eins og. Þetta er hann Davíð bróðir minn, þú þekkir hann. Blessa, við hefum hist áður. Og þannig að ég, sko, fyrst hérna í beinagrindinni hjá okkur, þá er rauninni bara þessi spurning hver er Siggi. Þú veist, þetta er svo mikið, þú veist ekki bara byrja á þessu, bara hvar þú ert í dag, allt svo undirflokka mennskunar, allar stöðunar og titlarnir og öll þessi hlutverk sem þú ert í. Og svo förum við tilbaka bara í svona... Grunninn. Í grunninn og svo byggjum við þar upp. Já. En það ekki? Jú, gerum það bara. Í dag, sem sagt, er ég með rosalega marga hatta á hausnum. Ég er að reka fyrirtæki og í þessu fyrirtæki er ég að reka 2 verslanir, netverslanir, önnur heitir hempliving.is og þar erum við að selja allt sem að við kemur hampi, iðnaðarhampi og snyrtivörur og aðalega og verkjakrem og ýmislegt. Svo er ég með verslu sem heitir mobility.is og þar erum við með hjálpatæki, alls konar hjálpatæki, allt frá venjulegum hjálpatækjum eins og hjólastólum og göngugrindum og upp í mjög sérhæfð hjól sem að nánast allir geta notað. Og svo reiðhjól. Reiðhjól, já. Og hjólastólar sem geta farið utanvegar og bara farið nánast á fjöll og allt saman, sko. Þannig að það, og síðan er ég sem sagt formaður HAMP félagsins sem var stofnað 2019 og búin að gera mikla hluti, mikið á þessum tíma, stutta tíma sem það var stofnað. Nú svo er ég framkvæmdastjóri Góðvildar sem er góðgerðarfélag, styrktarsjóður fyrir langveik og fötluð börn og þar erum við að gera bara fallega og góða hluti og reyna að bæta samfélagið fyrir þessi börn. Svo sit ég reyndar í nokkrum vinnuhópum fyrir Júrortis sem er félag sem er svona regli og samtök fyrir sjaldgæfa sjúkdóma í Evrópu og það er bara almennt. Já, þar er bara þeir tala fyrir 30 miljón manna í Evrópu sem eru með sjaldgæfa sjúkdóma. Þannig að sjaldgæfa sjúkdómar er ekkert svo sjaldgæfir, þeir koma saman, sko. Hvað flokkast undir sjaldgæfan sjúkdóm? Það er dálítið misjandi eftir löndum, en yfirleitt er það, sko, ef það er minna en, hvernig var nú evróska, ég held að það sé minna en 5 af hverjum 10.000 eða eitthvað leis. Svo þeir sjaldgæfir sjúkdómandi mismunandi sjaldgæfir, sko. Og sumir eru kallaðir ofur sjaldgæfir. Þá þeir komin upp í sjúkdómar sem eru kannski 1 á móti 500.000 eða jafnvel 1 á móti milljón. Og þetta félag er að vinna í því að bæta réttindi og halda við réttindum og líka vinna með evrópsku lyfjastofnuninni í alls konar, til dæmis hvernig að merkja umbúðir fyrir lyf og bara í alls konar hlutum, sko. En er í rauninni þessi samtök, og þú talar um, sko, réttindi, veist, þessa sjúklinga, er þetta svo mikilvæg úrræði því að lyfjaiðnaðurinn kannski sér kannski ekki mikinn hag í því að vera að fara út í dýra rannsóknarvinnu og annað, veist, tengt einhverjum mjög sjaldgæfum sjúkdómum. Er það ekki bara það sem þetta snýst um? Jú, það er lyfjabransan er ekki að vinna með þessu fólki. Í grunninn er það þannig að lyfjafyrirtækin eru svolítið, þau sem sagt snúa svolítið mikið peninga. Það er bara bottom line er að þau ætla ekki að tapa peningum. Þannig að þau eru meira náttúrulega að vinna í sjúkdómum þar sem þau geta selt meira af lyfjum. Og þegar þú ert kannski með sjúkdóm þar sem eru 50 einstaklingar í heiminum með,
þá eru þið ekki að keppast við að reyna að búa til lyf við því, en aftur á móti eru til lög sem voru sett hérna minni 99 í Evrópu og 96 held ég í Bandaríkjunum að þá hérna, ef það er þannig að það er komið eitthvað efni sem að gæti orðið að lyfi fyrir þannig ákveðna sjúkdóm þá mega er ekki segja nei við, þá verða er að gera það. En svo aftur á móti er spurningin verðmiðan sem kemur svo á lyfið. Af því að hann er oft svo út úr kú að það hefur engin efni á því og ekki einu sinni, þú veist, ríki efni á því að kaupa. Þannig að verðmiðinu þeim er í rauninni bara svo að þetta nánast svari bara kostnaði, altså þú veist, þeir þurfum bara að hafa upp í sinn þróunar og framleiðslu kostar kannski jafn mikið að þróa lyf fyrir 50 manns eins og fyrir 5 milljónir en kostnaðin er sami og einhvers staðar verða þær að fá hann tilbaka en það kemur náttúrulega niður á sjúklingum. Já, geggjað maður. En þetta eru stöðnar þínar svona í dag? Já, ég held ég sé ekki að náttúrulega mín aðalstað er að vera hérna pabbi Sunnu minnar sko og Viktors og hérna og þykist vera þokkalegur eiginmaður. En svo er hitt svona það sem ég er að dunda mig við. Stana. En Siggi, hver er Siggi? Ég kynnist þér, þá áttu bara gæi sko. Gæi alltaf á flottum bílum og svona braskari sko. Já, ég hef samt aldrei hort á mig sem gæja sko. Nei, ég veit það sko. Ég veit það, en svona eins og þú hefur verið svona mikið hreyfing á þér sko. Já, ég kynnist þér, þá varst þú orðin svona nánast fullorðinn sko. En hvað, viltu eitthvað fara í það svona í fljótu máli, bara hvað þú ætlar að koma og hvað gerist? Já, ég elst upp á Kársnesinu, Vesturbæ Kópavogs og hérna á þessum tíma, ég fæddur 1970 og þessum tíma er sko í rauninni frábær tími sko vegna þess að þarna er Kópavogur í rauninni að byggjast upp þarna er ennþá sko göturnar bara malagötur og hérna og það var náttúrulega ekkert að gera nema að vera út að leika og það er bara frábær tími að hafa upplifað það að fara í gegnum allt þetta frá því að við erum bara hérna á malagötunum yfir í þjóðfélagið eins og er í dag sko. Það er eiginlega forréttindi sko. Og þarna er ég bara mikið í fótbolta sem krakki og hérna fram eftir unglingasárunum mikið í íþróttum alls konar ég held ég hafi nú ekkert verið ofvirkur að neitt svoleiðis, ég hef alltaf verið svona frekar aktífur samt hérna þannig að ég held að bara verið svona þokkalega svona einfalt eðlilegt líf þanniglega, ég er einn af 5 bræðrum sem að voru stundum svolítið mikið að gera á heimilinu og hérna það voru náttúrulega bara handalögmál og annað eins og er hjá 5 bræðrum ekki mikið að styttum sem voru kannski ekki búið að lífa saman mörgum sinnum eða maður er búin að vera í fótbolta inn í stofu og svona en bara fínt líf sko hérna er þarna í skólum Kársnesskóla, Þingólfsskóla þegar svo hefur verið í menntaskólinni í Kópavogi þannig að öll menntunin var bara þarna á staðnum átti rosalega mikið af góðum vinum og sem ég er ennþá ennþá bestu vinir mínir sem að ég kynntist þarna 7 ára gamall sko já, bara og svo náttúrulega hérna eftir menntaskóla þá fer ég í flugumferðarstjórn planið var reyndar að fara til Bandaríkjanna og læra þar viðskiptafræði áherslu á markaðssetningu markaðsfræði að hérna Er það eitthvað sem hefur svona alltaf svona leiðir fyrir? Það er alltaf verið svolítið viðskipta svona, ég hef alltaf, ég stofnaði mitt fyrsta fyrirtæki, sko ég með pappa ég stofnaði fyrirtæki þegar ég er 12 ára, næsta þegar ég er 15 ára, og það ég á þau fyrirtæki ennþá sko. Svo það er kenntölu? Já, það eru fyrirtæki sem ennþá í gangi. Er það starfsemi í félögunum? Já. Eins og var upprunalega Nei, það búið að breytast í gegnum tíma sko. Þetta var uppalega sko, hérna, við vorum að búa til gangstéttahellur sem voru sérstök hönnun eða sérstök hérna, pabbi minn hann bjóð til þessar hellur þú veist fyrir gangstéttir
og innkeyslur og svoleiðis sem voru helmingi þynnri en þær hellur sem voru fyrir þurfti svona helmingi minna af sementi þar eða svona steypu af því að hafa með trefjar á móti, plasttrefjar sem gerði það líka sterkari. Sem maður blandaði sjálfur bara út í? Já, þetta voru bara svona plasttrefjar sem maður bætti bara út í steypuna, hrærði þessu í og það var allt rosa mikið gert í höndunum sko. Og var náttúrulega með stórar svona hrærivélar en maður þurfti að setja allt handvirkt og niður og þetta var bara mikið success og hann rak það fyrirtæki í langan tíma. Okay. Hann hefði getað nota hampinn í þetta? Já, hann hefði aldeilis getað nota hampinn sko. En hann var ekki til. Nei. Það var engin hampur þarna. Ég meina, var hann ekki bara í einhverju semi-banni? Hann var náttúrulega, jú. Bara, við förum kannski út í það. Förum út í það eftir. Við förum út í hampinn. En af hverju hvernig endar í flugumferðarstjórn? Það var bara slysnið sko. Já. Það var bara, ég tók mér frí, fór að vinna í ömmubakstri. Var þar að búið til pítsur og það var þegar voru að byrja á pítsunum. Og ætlaði að vinna bara svona einhverja 6-7 mánuði, vinna mér af því að það dýrt að fara í nám Bandaríkjunum. Og svo ætlaði ég bara að skella mig þangað og búin að finna mér námið og allt það. Og svo bendi mamma mér á það að það sé verið að auglýsa eftir flugumferðarstjórum. Og hún þekkti einn flugumferðarstjóra, þess að sonur vinkonar hennar var flugumferðarstjóri. Og hún sagði, já, þetta örugglega gott starf sko. Og þarna á þessum tíma sko ég nánast ekkert búinn að ferðast. Kannski búinn að fara 4 sinnum, 5 sinnum til útlanda. Þannig svona 20 sko. Og og ég vissi ekkert hvað þetta sneri sko. Flugumferðarstjóri, ég bara, held að það væri einhver svona með bortinnisbaða út á braut að leiðbeina vélum eitthvað. En svo fer ég bara að kíkja í turnin í Reykjavík og þetta var svolítið áhugavert. Þannig voru þeir einhverjar hetjur í turninum að stjórna öllum flugvélunum. Engin smá ábyrgð? Nei. Já, ég var nú ekkert að hugsa það. Nei. Svo bara ákveði ég að sækja og ég bara flýi gegnum þetta allt saman. Þetta var bara lá rosalega vel við mér sko. Og svo vann ég við þetta í 27 ár. Þannig að ég byrja í turninum í Reykjavík, fer svo tímabundið í turninum í Vestmannaeyjum, fer svo í flugstjórnarmiðstöðina sem skipt upp í 4 deildir á þessum tíma og fer svo að læra á hverju og eina deild. Ég var svona 15 ár í námi, svona í og með og enda svo sem aðalvarðstjóri yfir flugstjórnarmiðstöðinu sem stýrir næststærsta flugstjórnarsvæðið í heiminum. Það ekkert rosalega margir sem vita það. Íslendingar stjórnum bara nánast helmingum Atlantshafinu upp á Norðurpól og með ströndum Noregs og alveg yfir að ströndum Kanada. Yfir öllu Grænlandi. Þannig að það svolítið magna. Hvað þetta stórt svæði? Í ferkílómetrum? Það risastórt, ég bara maður ekki. 5,6 milljón ferkílómetrar. Það algjört rugl. Minna það. Vá. Þetta svakalegt. Ég held að Nýja-Sjáland sé eina sem stærra þegar þeir eru með Suðurpólinn. Ekki mikið að gera það. Það ekkert að gera það. Og það lítið sko. Samt eitthvað. Já, nákvæmlega. Og svo 27 ár. 27 ár, já. Menn ég og aldrei leittist mér. Það var alltaf rosalega gaman. Ég var líka mikið í félagslífinu og ég við vorum með fótboltakeppni einu svona ári evrópskir flugumferðarstjórar hittumst í einhverju borg í Evrópu einu svona ári og vorum í viku að spila fótbolta og drekka bjór. Kynntist rosa mikið af fólki og rosalega gaman. Svo var ég í stjórn félags íslenskra flugumferðarstjóra í einhver 11-12 ár eitthvað. Þannig að það var aldrei Þannig varstu singles? Nei, í rauninni ekki sko. Nei. Þannig var ég í sambandi og já, þegar svo úr sambandi einhvern tíðan, mann ekki, þegar ég 23 eða eitthvað leys.
og hittu svo frænguðina þegar ég 25 ára. Þá kemur þú til sögunar. Allavega inn í mitt líf. Já, inn í þitt líf sko. Þetta árið hvað? Hvenær þetta? 95. 95? Já. Ég man ekki mikið frá 95. Nei, akkur. Það er svona frekar þókugent sko. Já, var það. Já. En já, gott ár. Mjög gott ár. Hvort var ég komin? Kynntist konu 95? Já, og þarna sem á þessum tíma ég líka að reka fyrirtæki. Ég með bróður mínum og pappa keyptum biljarstofu í Hafnarfirði sem við rákum í einhver 7 ár. Já, það er líklega aðeins seinna. En það var sem með flugumferðarstjórninni og ég hef alltaf verið eitthvað að brasa svona með mikið að kaupa og selja bíla og svona, það er svona áhugamál hjá mér. Og ennþá? Og ennþá, já. En ertu með bíladellu? Það málið? Í alvörunni? Alveg, óbillandi sko. Ég bara get verið að horfa á sko YouTube-vídeó af bílum bara hættalaust og lesi blöð og það er þetta og svo úra, ég er svona úrafetis. Það safna úr með eitthvað svoleiðis. Já. En gengurðu með þau? Stundum ekki. Eiginlega dálítið oft núna ekki. Nei, við vorum einmitt að skoða þetta ég og félagið minn sko, hann keypti sér Rolex Daytona heitir það, sem svona biðlisti á 1,7 í fyrra held ég. Svo vorum við að skoða verðið á þessu neti núna. Gott verð? Já, gott verðið, þetta er bara nært í 4 milljónir núna, skilju, eins og þetta er auðlýs sko. Ég tala að úr sé svona eina, ef það er réttu úrinn sko, eina örgustu fjárfestingunum sem getur gert sko. Algjörlega. Þannig að hann er bara að fara að selja það sko. Sáttur Ertu með eitthvað almennilegt safn? Ég vissi þetta ekki. Í alvörunni? Ég er með mjög gott safn. Þú geymir þetta ekkert bara eitthvað undir rúmi heima, þetta ekki með eitthvað á góðum stað? Nei, þetta er á góðum stað. Þetta er árið svo mikið sko. Þetta byrjaði þannig að því ég ferðaði svo lítið til útlanda þegar ég var unglingur og lítill og þú veist, það voru bara ekkert rosalega miklu peningar og það var ekkert, það voru 5 úlfar sem þurfti að fæða á heimilinu og foreldrar mínu voru ekkert eitthvað svona efnafólk sko. En samt það hafði enginn slæmt. En já, þannig að þegar ég byrja að ferðast þarna rétt eftir 20 þá ákveði það að ég ætla að kaupa mér 1 úr í hverri ferð sem ég fer. Og það framan af, og það átti ekki að vera eitthvað, það var ekkert sérstakt úr, bara til að minna mig á ferðina sko. Og það bara var þannig í einhverja ári, yfirleitt var ég að kaupa bara eitthvað svona $10 úr sko. Ekki áttu öll þessi úr ennþá? Jú. Í alvörunni? Og svo í seinni tíð er ég búinn að ferða svo rosalega mikið sko og þetta var orðið bara svona, yfirleitt voru þetta stuttaferðir sem ég var að fara og þetta var orðið svo algjör kvöð sko að reyna að finna úr kannski á einum degi þar sem ég hafði kannski 2 kannski tíma fyrir mig og var annars á ráðstöfnum með eitthvað. En af hverju úr? Ég var að spáði því nú. Já, og hvernig ertu að velja úrin þegar þú ferð? Hvað er þetta eitthvað með tíman að gera? Nei, þetta ég líka með úradagslu. Þetta er bara svona, þetta er náttúrulega bara eins og listaverk sem þú ert með á hendina og þetta er yfirleitt svona eini skartgripur sem maður er með. Fyrir utan kannski 1 hring eða eitthvað. Þannig að þetta er svona skartgripur sem þú getur sett á þig og skipt og ég meina svona kínvest, þetta er svona kínvest, hvað heitir þetta? Herinn notar þetta í Kína. Þetta er svona trekkjalegt kínvest, þetta er ekkert svo dýrt úr, en þetta er svona, það er alltaf einhver saga bak úr henni líka. Fyrstu til Norður-Kóreu? Nei, Davíð, kollegi minn gaf mér þetta. Norður-Kóreu Davíð, ég fekk þetta ekki ég hef viljað kaupa úr þar, ef ég hef fattað það sko. En svo finnst mér svo gaman sko að bara skoða sögu úr hana og sérstaklega ef þetta eru svona úr sem ekki mikið til af búin til litlu upplægi og svona það ennþá skemmtilegra ef það eitthvað svona þekkt þá vil ég að hafa sér svona limited edition það svona núna í seinni tíð sko fyrst var þetta bara eitthvað. Nei, hvað er að gera á þessu safni? Það er bara eiga það og láta svo? Ég bara ekki hugmynd sko. Ég eitthvað aðeins byrjaður að selja úr því núna en ég kaupi jafn mikið tilbaka þannig að það er kannski ágætt. Ég vissi þetta ekki. Þetta er nýtt fyrir mig. Já, ég svo sem ekkert verið að flíka þessu eitthvað.
en þetta bara, svo líka ég stundum að felda fyrir frænkuðinni sko. Hvað, í alveg? Lauma eins og 9 úr. Það kom eitt í gær sko, bara, hvað er þetta? Já, þetta var eitthvað eitt í því bara. Ég veist þetta fyrir á neti sko. Ég veit það er alltaf lagið að búið sko. Já, ég skil. Það er sama með bílana sko. Hún kemur stundum út og bara, býttu, hvað er bílum minn? Þá er komin einhver rauður í staði fyrir hann svarta. Þetta er svona, það er oft betra að biðjast afsökunar eða biðjum fyrirgefningu en að biðjum leyfi. Já. Það er svolítið svoleiðis. Já, það var það sko, hún er svo jarðbundin að ef ég segi já, ef að kaupa þennan bíl eða eitthvað, hún myndi alltaf segja nei. Þannig að það þýðir ekkert að spyrja nei. Ég gerði þetta mitt sko þegar ég keypti Fordin. Mér er alltaf langað í Econline. 8 cylindra Econline, bara eins ópraktist og kjánlegt og til er. Algjörlega sko. Og einn daginn þá bara bauðst mér það, ég handsalaði það, kom með hann heim og Katrín bara, what the flip, og við vorum 3 í fjölskyldunni og Gunni, það eru fucking 2 sæti í bílnum. Ég bara, ég reddi þessu, það er ekki ágjörð þessu, sem ég gerði, en þú veist, hún brjálið 2 dagar, svo ég geta bara hjálp. Svo var hann rosa flottur. Nákvæmlega, en þarna, Siggi, já, ég, sko, þú veist, nokkra sögur var þess að bíladæll í mér, sko. Það var nú einu sinni var ég nú bara á leiðin í vinnuna, sko, var að fara á vakt og keyri frá Toyota í Kópavoginum, var á nýbílaveginum á sinn tíma. Þar sé ég einhvern svartan BMF og ég bara, wow, þessi geggjaður. Og ég bara tek upp beygju og ferðanga og keypti bílinn og keyrði svo í vinnuna. Á honum? Já. Skildur inn eftir? Já, setti hinn upp í sem var einhver algjör drusla. En já, ég bara, hann ég náði þess að kaupa bíl á leiðinni í vinnuna. Geggjað. Vel gert. Wow. Happokkar var, hann er svolítið svona líka. Hann er rosalega. Einu sinni var ég á ráðstefnu í Las Vegas. Fyrsta skipti sem ég kom til Las Vegas. Og við erum bara á miðjum degi á ráðstefnu og 2 frá Íslandi. Og svo hringdi mig og ég pikki félagið minn og segi, getur þú komið með mér þessi niður í kasínó, bara tekur 10 mínútur. Og þá kemur hann með mig niður og þar er maður mættur með lyklaða bíl. Og mér vantaði hann til að skrifa undir pappírana sem vitni og eða vottur og síðan sem sagt bara fæ ég lyklana og ég afhendi honum umslag með peningum og svo fyrir við aftur á ráðstefnuna. Svo þegar hún er búin þá förum við niður og náum í bílinn. Þú sem keypti bílinn á ráðstefnunni? Ég keypti sem sagt bíl á netinu og sem sagt eigandinn keyrði hann frá Kaliforníu eða sem sagt frá Los Angeles til á sem sagt kasínóðu sem ég var á. Og sem sagt svo bara fórum við að keyra í Las Vegas og sendi ég bílinn heim. Gekkja maður, hvernig bíl var það? Þetta var Volkswagen Touareg, fyrstu árgerðina af þessum bílum. Og þessi bíl var svolítið sérstakur því hann var svartur og hann var búið að setja svona ekstra mikið króm á hann og hann var með svona DFD-spilar sem kom út úr mælaborðinu og hann var notaður til þess að ferja fólk sem var að vinna fyrir Disney. Frá flugvelli yfirleitt og í stúdíu. Það var fullt af frægu fólki sem hafði setið í þessu bíl. Ég fekk alveg lista með nöfnunum sko. Með bílnum? Já, með bílnum. Fylgjur hann mörg ennþá, ég setti það bara í haskóli. Skemmtilegt. Já, gaman hefði. Já, það er alls konar skemmtilega sögur. Hvert eru við konir? Við erum komin í börn og börum. Já, ég held að. Þú kynnist frænku minni? Já, ég kynnist frænku þinni. Hann var svo ótrúlega heppinn að kynnast henni. Þá vorum við saman að vinna í Íslensku óperunni. Já, ég er að vinna í Íslensku óperunni líka frá því ég er 18 ára. Og vann þangað, var að vinna þar þangað þegar ég var 30, í 12 ár. Og þar var ég að vinna sem dyravörður og svona allt múlíkt mann. Eiginlega gerði allt nema að syngja á sviði. Guðsilof. Já. Já, og þarna verið að setja upp hárið og við erum svona staffið í óperunni og svo kemur inn svona staff með Baltasar og þeim sem voru að setja hárið upp og frænkaðin er einn af þeim. Það er verið að vinna svolítið fyrir þá félaga í auglýsingum og svoleiðis.
Já, þannig að það var eiginlega bara ást við fyrstu sín og og einhvern veginn náði ég að næla mér í hana Gekja, vel gert Síðan erum við samt að vinna þarna og ég í flugumferðarstjórn þarna og eitthvað biljarstofuna aðeins seinna hún var líka að vinna rosalega mikið og við unnum alveg svaka, við vorum yfirleitt í 2-3 vinnum þarna á þessu tímabili og vorum að safna okkur fyrir húsi en ferðuðust líka mikið og Hún semst þarna fann að fljúga eða ekki? Já, og hún hún byrjaði að fljúga aðeins seinna og já, síðan sem sagt 99 þá eignustu við okkar fyrsta barn sem er Viktor sonur okkar og þá sem sagt Ragga byrjaði að fljúga og þarna er ég ennþá í flugumferðarstjórninni og með biljarstofu og við í Íslensku óperunni allt í gangi og frænkaðin var í 3 vinnum held ég líka og en þarna kemur sagt Viktorinn og þá fyrir hún eitthvað aðeins að hægja á okkur það var ekki annað hægt og já, við tekum bara þannig rosalega náttúrulega frábært að eignast barn og svoleiðis og hann var svona veikinda pési fyrstu 2 ára svo hætti hann bara að vera veikur þangað til hann var næstu í fullorðinn þá byrjaði hann að veikast aðeins aftur Hvenær fæðist svo Sunna fæðist svo 2006 og þá erum við komið 2 börn og bara strákur og stelpa og allt bara eins og að vera nema hvaða fljótlega eftir að Sunna já, bara þegar hún svona 3 mánaða þá fyrir við að taka eftir svona augnflökti og hún var svona já, hafði verið svona eitthvað smá skrítin en ekkert þannig sko fannst ekkert þannig en það kemur þarna svona augtif og þú veist, augun svona tif og svona fram og tilbaka og við höfum enn til auglæknis og hann segir bara já, þetta er bara eðlilegt, þetta er bara svona eitthvað ungbarna og svo 6 mánaða þá hringir Ragga í mig og ég á vakt næturvakt minni mig og hún segir að það er eitthvað skrítið með hana hún liggur bara í fanginum og hreyfir sig ekki og við hringjum á lækni og ég fer heim og þegar við komum þangað þá hún sem sagt eitthvað aðeins að koma til en þá var hún bara búin að liggja í eiginlega klukkutíma algjörlega hreyfingarlaus og andaði mjög grunnt og læknin ákvað að hún hefði fengið flogakast og hún svo fer í einhverja rannsóknir og hún sett á flogalyf og svo byrjar hún að fá þessu köst bara svona aftur og aftur alls konar skrítin köst og við vorum ekkert að fatta þetta sko og síðan hún sett á einhver önnur flogalyf því að við heldum að þú veist það var haldið að þetta væri flogaköst og hinn lyfin var ekki að virka og þá fyrir við einhver önnur og síðan erum við út í Danmörku í páskafríi minni mig árið eftir 2007 og þá lendum við bara í því að hún sem sagt lamast alveg allur líkaminn og hættir að anda og við förum inn á Víðofri spítalan með sjúkrabíl og já förum svo heim daginn eftir ennþá haldið þetta væri flogakast en samt mjög skrítið að hann skildi lamast í flogakastinu og en það samt til svona tegunda flogakastu að svo lamast eftir á tímabundið en þarna var það bara að hún lamaðist bara í kastinu allur líkamann já og svona öndun, hún hætti að anda og meðan ég var að hlaupa meðan ég stigan bara þegar sjúkrabíllinn að koma þá rekkur henni í gangi aftur sko tekur svona andköf já bara, hún var ekki búin að anda hún var hann blá í framann sko þegar hlaupa með henni niður og já, en byrjar svo að anda grunnt bara við fyrir á spítalinn það nótt, fyrir svo aftur heim og aftur gerist það og aftur sjúkrabíll og aftur þangað og það var þetta eitthvað skrítið það endar svo með því að vinafólk okkar sem var með okkur í íbúðinni þau taka Viktor með sér heim og við erum á spítalinn einhver tíma og það verið að rannsaka og ennþá bara, já þetta er bara flogakast og svo erum við sendt heim með sjúkraflugi eða sendt bara í venlegu flugi en með lækni
dönsku læknir sem fylgdi okkur heim og þegar við komum heim og þá vorum við eiginlega alveg öruggum að þetta var eitthvað skrítið og okkar taugalæknir var sammála því og það var fyrir að skoða svona og reyna að koma inn í heila línur meðan hann var í þessum kostum sem hann gekk ekkert rosalega illa því að það er bara opið til 4 eða eitthvað og hún var alltaf að hafa þessi kost eitthvað til hann svona kvöldmátaleiti á þessum tíma sko og svo einu sinni tekst okkur að koma inn í heila línur meðan hann er í kasti verðt að kalla út þarna eitthvað og þetta var eitthvað voða vesinn skilst þetta sé nú ennþá svona vesinn eitt af því sem maður er að reyna að breyta en þá kemur ljós að þetta var ekkert flóðkast og hún er búin að vera flóðaleg allan tíman og kemur ljós bara að þetta var eitthvað allt annað og þá var nú okkar taugalæknir farin að gruna og var búin að tala við kollega í Bandaríkjunum og þau segja já þetta er örugglega þessi sjúkdómur, þú ert að gefa þetta test þess að vera alveg örugg. Hvaða sjúkdómur var það? Já, svo bara kemur það ljós að það er sett nafn á þetta og hann heitir Alternating Hemiplegia of Childhood. Ok, þannig að það var þessi íslenski læknir sem að í rauninni greinir hérna í rauninni. Já. Þarna er samt rosalega erfitt að greina og börn með þennan sjúkdóm var að greinast mjög seint vegna þess að það þurfti að útiloka í rauninni alla aðra sjúkdóma eins og var búið að vera að gera. Já, og taka bara einkennin og segja já, þetta er þessi, hugsanlega kannski, mögulega. En svo 2012 þá aftur á móti hægt að fara, þá finnst stökkbreytingin og þá er auðvelt bara að genagreina og finna bara já, þarna er þetta. Þetta er þessi sjúkdómar. Eitt stökkbreytt gen. Já. Já, eitt stökkbreytt gen. En já, samt sem að það er svona variation af því sko. Já, þarna er hún greind og þarna svona bara breytist lífið. Hvað er hún gömul þá? Þarna er hún bara 14 mánaða. Já, hún fær hann svona snemma. Já, og þarna eru börn með þennan sjúkdóm að greinast kannski 10 ára, 15 ára. Þannig að við vorum rosalega heppin að vera með góðan taugalækni sem hafði lært erlendis og hafði séð hafði einu sinni heyrt þetta. En hversu sjaldgæfur er þessi sjúkdómur? Hann er 1 af hverju þessi stökkbreyting. Já, 1 af hverju milljón. Og þegar hún greinist þá eru 230 tilfelli í heiminum. Jesus. Hún er svo einu á Íslandi eða ekki? Já, og er ennþá einu á Íslandi sko. Og ekkert vitað hennar sjúkdóm. Bara, maður fyrir að googla og hann hætti að googla á þessum tíma. Það var bara ekki neitt. Þá fann einhverja 3 greinar sem hefur verið skrifað sko 1971 og 2 eða eitthvað og svo einhver aðeins seinna. Þannig að þetta var bara það var bara algjörlega autt blað við sem ekkert og þarna í rauninni er sagt að það sé ekkert líklegt að hún verði eitthvað langlíf. Og hvað þýðir það? Það var talað 7 ára aldur það væri gott ef hún myndi ná því sko. Og við vorum nú aldrei eitthvað á því að hún yrði ekki langlíf sko. En þetta var náttúrulega bara, eitthvað sem maður fékk í andlitið og svo var bara byrjuðum við bara að vinna með þessum sjúkdómi og sjáum svo sem eftir á sko, við vorum ekkert alltaf að sjá þegar maður að skoða ljósmyndi núna svona eldri þegar hann er barn þá sér maður núna öll einkennin sem maður gerir sér enga grein fyrir að vera eitthvað skrítið þá sko. Alltaf með hendin einhvern veginn krefta eða og já, þannig að við erum búin að læra náttúrulega gríðarlega mikið á þessu tíma og sérfræðingur í þessum sjúkdómi. 2009 þá stofnum við AFC-samtökin. Glemt að segja að það er formaður AFC-samtökin. Noted. Já, allavega stofnum við AFC-samtökin vegna þess að Sunna er ein á Íslandi. Nánast ekkert að gerast bara í þessum sjúkdómi í rannsóknum eða öðru á heimsvísu. Einhver samtök til í Bandaríkjunum, einhver ein og einhver frönsk samtök og ítölsk og það var allt og það var til heimasíða ein fyrir amerísku sem hafði ekki verið sett neitt inn á í einhver 3-4 ár þegar við förum inn á hana. Vá, þeir hljóta að fundið bara mikil örvænting þarna.
Þetta auðvitað alveg bara engin úrræði og ekkert í gangi og engin lausn og engin meðferð og ekkert í gangi. Fucking nei, sko. En við hérna sem sagt förum á okkar fyrstu svona fjölskyldur ástefnu til, ég held að við byrjaði að fara til Bretlands, til London, hittum þar fullt af fólki og það var rosa gott að sjá foreldra sem að vissu hvað maður var að tala Svo ferum við á fjölskyldur ástefnu 2008 til hérna Chicago, tökum Sunnu með og þar urðum við svona fyrst fyrir alvöru sjokki af því að þarna eru samankomin mikið af fjölskyldum mikið af þessu mælikvarða kannski 20-30 og hérna þarna eru sérfræðingar í þessu sjúkdómi sem að, þú veist, í dag náttúrulega voru engin sérfræðingar, þú veist, ef maður horfir aftur og voru engin sérfræðingar, þeir voru bara þeir sem vissu mest þetta en vissu náttúrulega ekki neitt og hérna og þarna eru unglingsbörn sem við hittum hérna með hennar sjúkdóm og þau voru svo illa farin að við hérna altså þroskaskert þá þroskaskert og áttu erfitt með gang og flest voru í hjólastól og bara okkur leist bara ekki á blikuna sko og hérna ég man bara eftir því að við fórum niður á hótelherbyggi og við vorum bara algjöru sjokki sko eftir að hafa séð þessi börn bara í 5 mínútur sko eða börn og unglinga og hérna Þið eru bara að horfa hana bara á framtíð við erum að horfa á framtíð akkurat en barnið okkar bara lítur út fyrir að vera heilbrigt sko fyrir utan að færa sér kost en svo sjáum við hérna bara framtíðina og ég man að hérna við förum upp á hótelherbyggi og ég segi bara herri ég fer út og kaupa henni kippa bjór og það er massa róku niður og hérna svo bara grétum við þarna upp á hótelherbergi og það var rosalega erfitt að fara aftur og hitta þetta fólk og kynnast því og þú veist komast yfir þennan þröskuld sko og hérna en svo kynntumst við alveg yndislega fólki sem ennþá vinnur okkar í dag og þetta náttúrulega lítil fjölskylda þannig að séð í dag sko innan við 1000 börn greind þó svo að sé hægt að greina þau miklu fyrr þannig að hérna þannig að séð þekki maður svona mjög marga af þessum fjölskyldum hvað sem þeir búa í heiminum við stóðum hana á sér-samtökinu eins og ég sagði og sem í þeim tilgangi að geta farið á svona ráðstefnur og hitt fólk og ítt og eftir rannsóknum svo tökum við eftir að það svona einhver mjög styrt á milli Evrópu og Bandaríkjanna þeir voru bara ekkert að tala saman og þær fáir rannsóknir sem voru í gangi voru ekki þú veist það var ekki verið að samræma þér það voru kannski að gera sömu hlutina með litla pening sem við áttum sko þannig að við vorum urðum svolítið sáttasemjarar þar tókum það að okkur og saminuðum þetta undir einn hatt og þannig að núna eru allir að tala saman og enda ganga rannsóknar miklu betur í dag og það er miklu meiri svona samvinna í gangi og við erum ekki að duplikata allt sem við erum að gera hvað það er samt tákgrænt með að við bara hvar við erum stödd sko. Akkurat, við erum svona milli austurs og vesturs sko. Og það er höbbin sko. og við erum ennþá sem sagt þegar við förum að ráðstefnu þá lendi ég alltaf í því að vera málamiðlari einhvers staðar hvort sem það er á milli rannsakanda sem eru, þú veist, ekki sáttu við einhvern annan eða á milli hérna einhverja félaga og hérna okkur þessi kergi á styrleiki samt skilur er ekki sama markmið og svo framvegis sko, er þetta fjárhagslegi hvatar sem að valda sko ég get sagt til dæmis hjá þessum vísindamönnum sem eru kannski með sína rannsóknarstofur í sínum háskóla þeir eru allir í samkeppni og hérna svo kannski segir einn ég skal vinna með þér en svo bara stelur hann hugmyndunum og vinnur snýst allt þessar greina sem eru að publisa á allt það snýst allt það og snýst allt fjármagni fyrir næsta ár og þetta snýst allt nafn að vera nafn veist, í þessum heimi og það skiptir máli hvar þú ert ef það er gefin út einhver paper þá skiptir það máli hvar er nafnið þitt undir það getur verið 100 nafn en það er bara að horta á 3 það er ekki réttu kvatanir til að vinna með en þá þurfið þið bara að fara að fjármagna þetta drast sjálf er það í gegnum þessi samtök sem að
þið eruð að vinna í að sækja fjármagn og... Já, við sem sagt í rauninni það þannig að hvert félag safnar í sínu landi og svo notum við fjármagni saman. Við erum sem sagt með AOC Federation of Europe, það sem ég formaður líka, kannski noted, þar erum við sem sagt með Evrópufélögin, sem 10 lönd sem eru þar undir og svo erum við með Alliance sem þá allur heimurinn. En þetta aðalega bara svona reglívar til þess að við tölum reglulega saman og deilum reynslu og þannig að hvert land í rauninni þá bara safnar svona eins miklu fjármagni og þeim und með alls konar aðferðum. Svo hittust við, tölum saman, þetta og þetta og þetta getum við stutt við og við leggjum svona mikið þarna og svona þarna og svona þarna. Í rannsóknir. Hvernig, þetta bara grunnrannsóknir. Er þetta einkaaðilar? Ég horfði á myndina sko, er þetta einkaaðilar eða er þetta sem að þið hafið samband við? Til þess að fá fjármagn. Eða skiljið þið eru með fjármagn og svo eru með aðilar sem eru að vinna í því að leita leiða á lausnum. Við erum með rannsóknarstofur, þetta er í rauninni bæði sko einkastofur og svo stofur sem eru innan háskóla en eru samt að fá fjármagn utanafrá. Þannig að við erum að styrkja bæði einkastofur og háskóla. Hvernig er árangurinn samanborið við 1972 og allt það sem varst að tala sko? Það sem hefur gerst í rauninni er bara, það er horft til okkar í dag. Þessi sjúkdómur er að fara að hraðast. Þannig að taka hröðustum framförum í rannsóknum af öllum sjúkdómum í heiminum. Af öllum sjaldgæfum sjúkdómum. Og þannig að það er að ganga vel. Og það byrjaði í rauninni að ganga vel eftir að við gerðum heimildamyndina Human Time Bombs sem að við gerum í 2013-2015 erum við ég og Ágústa Fanney kaupmyndakona ferðast allan heim, taka viðtöl og skjóta þessa mynd tókum fyrir þessa mynd einhver 70 eitthvað viðtöl í Evrópu og Bandaríkjunum og eftir það erum búin að vera að taka áfram upp viðtöl bara til að halda þekkingunum við og við erum komin yfir 120 viðtöl og sem við þá vísindamenn að lækna aðalega taugalækna sem er eitthvað í þessum gera foreldra, sjúklinga og þannig að við erum komið svona gott bókasafn af sem sagt viðtölum. En hvernig er það að meðhöndla sjúkdóminn og hvaða meðferðarúrræði er í boði eins og staðan er í dag? Eins og staðan er í dag þá Sunna er ennþá að fá þessi lömunarköst þannig að hún lamast öðrum megin eða báðum megin í líkamannum svo er hún líka að fá krampaköst sem er búin að vera ágerast eftir því sem hún er eldist þannig að hún er að fá svona krampa þannig að hún verður stíf alveg öðrum megin í líkamannum eða báðum megin í líkamannum undir því er hún lömuð þannig að þeim megin sem hún verður stíf þegar að ef við gefum henni þess að björgunarlyf sem eru bara vöðvaslakandi þá þegar hún búin að slakna á þá er hún lömuð og ef þetta gerist báðum megin líkamannum þá er hún stíf alveg frá topp til táar og síðan þegar hún að slakna á henni og þetta getur tekið svona köst getur tekið 40 mínútur að slaka á vöðunum og meðan er hún bara öskrandi á kvölum og svo getur hún verið kannski lömuð í það er misjafnt svona frá klukkutíma upp í 3 vikur. 3 vikur? Já, hún getur verið í lengsta hrinannar 3 vikur þar sem hún er að fara í og úr kostum bara allan daginn. Það er hrikalegt Og hversu reglulega er þetta núna? Það er rosalega óreglulegt en þetta er svona 75% af árinu er hún í þessu ástandi. Tilvíkjum að vera daga af árinu. Er ekki ákveðni triggera sem að triggera þessi köst? Jú, það er allt áreiti í rauninni. Það er bara allt áreiti? Já, bara hávaði sólarljós snerting við vatn mjög furðulegt, hiti og kuldi
bara allt árið það eru engar aðstæður sem að þú ert óhulltur í sko. bara heima hjá þér sko. já. Í svona örugum rýmum sko, í bílnum með keyrt alveg gríðarlega mikið veist, henni líður best á hreyfingu. Þið eru alltaf á rúndinum. Já, við erum alltaf á rúndinum sko. Ef við erum ekki á rúndinum þá erum við að hjóla og það byrjaði fyrir einhverjum 8 árum síðan að byrjum að hjóla eignustu hjólastól og hjóla og við höfum ekki hægt að hjóla síðan nema bara yfir blá veturinn sko. Eins og við erum búin að hjóla 9.000 og eitthvað kílómetra. Vel gert. Já. En þú Siggi, þú veist, þú ert þarna, 27 ára sem flugumferðarstjóri. Já. Sko, þetta hlýtur nú að taka toll, ég finna, vægt til orða tekið. Að þurfa að horfa upp á barnið sitt bara í bráðri lífshættu, aftur og aftur og aftur. Já, gerir það. Ár eftir ár, þú veist, nú þekki ég þína sögu, sko, en hvað gerist fyrir þig? Eða ykkur? Það sem gerist í rauninni þú veist, þetta náttúrulega bara viðvarandi ástand þar sem vart alltaf í fight or flight mót. Þetta bara stöðug áföll. Þú fær það aldrei pása sko. Og ef maður ekki heima, ef maður var í vinnunni, þá bara ef að símir hringdi, þá maður strax byrja að hugsa, ég þarf að undirbúa mig, þú veist, byrja að líti kringum mig, hvern geti ég fengið til þess að taka við að mér, þannig að ég geti komið mér út sem fyrst. Og svo var það kannski bara bílasali. Nei, skilur við það. En maður alltaf bara, ef símir hringir, þá það bara, nú erum komin í kast, nú þarf ég að drífa mig. Maður alltaf á standby. Og þetta hefur náttúrulega rosalega slæm áhrif á taugakerfið. Og svo byggist það bara upp. Og þó maður reyna að passa sig, þá bara byggist þetta upp í manni og á endanum, þú veist, það talaði kulnun. Þú veist, á endanum þá ertu komin í eitthvað sem way beyond kulnun, sko. Þú ert komin í eitthvað svona ástand sem bara viðvarandi fight or flight mót. Og þá byrjar þetta bara að hafa, þú veist, þá finna fyrir líkamlegum áhrifum að þessu. Ég meina þú ert að hleypa út bara streitu hormónum bara alveg non-stop. Non-stop, allan daginn, sko. Og hjá mér var það þannig að 2015 held ég að verið þarna búið að mikið að gera hjá okkur, mikið á kostum hjá Sunnu, við erum að gera þessa heimildamynd alltaf þegar við höfum einhvað tækifæri til og þá byrjaði ég að finna fyrir því að ég bara fyrir að fá svimakost bara svona 1 og 1 og svo alltaf fleiri og fleiri og svo nokkrum mánuðum seinna var þetta orðið bara nánast svona stöðugt, ég að fá mörg 100 svimakost á dag. Þá var það nú eiginlega ekki þarna ég að stjórna flugstjórna miðstöðinni og það var ekki forsvarlegt að ég var eitthvað að gera það lengur og með halva hugsun sko. Þannig að ég fer í veikindaleyfi þarna 2015-16 áramótin og fljótlega eftir það fer ég að fá sjóntruflanir líka og ég eiginlega búin að vera í því ástandi síðan. Ég hef ekkert komist út úr því og þetta bara náttúrulega búin að hitta mikið af sálfræðingum og búin að fara í alls konar svona prógram til þess að reyna að gera eitthvað í þessu en ástæðan náttúrulega bara við erum stöðugt í þessu ástæðan. Það að brotna niður alltaf öðru hvoru, á milli menn að fá taugaáfall bara taugaáfall? Já. Mörg, við bæði oft og þegar þú ert átt barn sem þroskaskert þú veist, ofan í allt saman sko, ekki bara að fá köst og veik og eitthvað hún líka þroskaskert og eftir því sem hún verður eldri þeim mun erfiðar að verða það getur bara ímyndað ykkur sko hún er 15, hún er 9 og 15 það getur ímyndað ykkur hún er stærri mamma sín og og bara sterk stelpa og ákveðin en hún er svo mikið þroskaskert að hún getur ímyndað ykkur væri með sko barn í barn sem situr í matastólnum sínum með dótið sitt og svo ef hann verður eitthvað reiður þá bara tekur hann allt og hendi
þetta gerist bara allavega einu svona dag hjá okkur nema hún ekkert í einu matastól sko. Hún bara tekur það sem náldinu og rústar í hendir mat á gólfið og hellir niður drykk og þetta bara daglegt og þetta gerist líka í bílnum sko. Að maður hefur alveg fengið smúðið bara í mælaborðið sko. Þannig að þetta það ekki bara það að díla við þessi köst og allt þetta, það líka bara að halda henni í andlegu jafnvægi sem ekkert alltaf hægt. En nú þessi lyfjaúrræði sem voru í boði og eru lítil og þetta vöðvaslakandi sem þeir eru að nota, þetta ekki svona strattirar einhverjir og þetta er í rauninni bara ópíóðalyf sem er bara mjög sterk lyf sem við annarkot gefum henni bara inn í munn, í kinn eða með nál, þú veist, ef hún er að fá stór köst þá verður þið gerið sjálf sprauta bara í vöðva, sem við gerum sjálf og starfsfólki hennar í skólanum gerir líka og það er eitthvað sem við þurftum að kenna þeim og það er nú ekki sjálfsagt að starfsmenn í skóla gerir svoleiðis hluti sko. Þannig að það er bara svolítið magna. En svo kemur til sögunar CBD-ólín. Já, akkurat. Þannig að fara svona aðeins í það sko. Fara þangað og hvernig þetta er einhvern veginn búið að hafa áhrif á ykkar líf og breyta ykkar lífi. Í rauninni bara rökrétt framhald vegna þess að þessi reiðiköst þau voru að ágerast alveg svakalega þarna 2017 sennilega út af hormónum bara og öðru og henni bara, hún var alltaf í köstum, hún leið alltaf illa, hann alltaf með taugaverki út allt og svona sko. Og það var komið út í það þarna sumari 2017 að við bara gátum ekki lengur farið með henni. Við gátum ekki farið með henni í bíl því hún var að ráðast á okkur. Það var bara stór hættulegt. Við gátum ekki farið með henni í búð því við vissum ekki hvort við kemum út úr búðin aftur sko. Bara leggjast á gólfið og gera alls konar hluti eins og smábörn myndi gera. Þannig að við vorum bara eiginlega læst heima hjá okkur. Og ég er búinn að vera að skoða þarna í mörg ár, örugglega 5 ár er ég búinn að vera að lesa alls konar greinar CBD-olíu og þessa kannabinóða bara yfir höfuð. Og þarna ákveð ég bara að fara til Bandaríkjanna og bara hafði samband við bara þekktasta fyrirtæki í Bandaríkjunum sem heitir Charlotte's Web sem er að gera þessa olíu og er í Colorado í Boulder og ég segi bara má ég koma og skoða bara hvernig ég geri þetta og fá aðeins að fara í gegnum framleiðsluferli með ykkur og hugsanlega bara fá umboðið fyrir þetta á Íslandi. Það var svona undir þeim formerkjum sem ég fekk að fara þarna inn og ég flýði þarna út förum í gegnum þetta allt saman og Viktor sonur minn kemur með mér og þetta var bara eins og að labba, þú veist, ég er búinn að fara inn í margar rannsóknarstofur í flottum háskólum, meðal annars í Duke háskólanum í Bandaríkjunum sem á að vera hreinasta rannsóknarstofa bara í Bandaríkjunum. Þetta var bara ekkert mikið sýra. Það var rosalega professional sem var vel gert og farið eftir öllum stöðlum og mikið eftirlit í Bandaríkjunum með þessu. Þannig að ég vil meira heldur en með lyfjafyrirtækjunum sko. Af því að þetta var svona nýr iðnaður og þurfa að vera á tannum. Þurfti að vera virkilega á tannum sko. Þannig að ég tek bara með mér nokkrar flöskur heim og svo byrjum við að gefa þetta og þetta var eitthvað dagar í kringum 20. júlí 2017. Þannig er hann að fá flóðköst ennþá. Hún er alltaf, já ég glemt að segja það, hún fær flóðköst. Svona grandmalköst sem þú stoppar ekkert nema bara sprauta hana niður. Og já, þannig sem sagt byrjum við að gefa henni og bara 3 dögum sjáum mun. Hún er hann miklu rólegri, hún er farin að leika sig sjálf meira, hún er farin að nota fleiri orð, talaði ekkert rosalega mikið eða skýrt. Hún var að nota fleiri orð og svo bara sjáum við næstu 3 vikurnar bara stöðu að jákvæða breytingu. Og við dokumentum allt saman í 1,5 ár held ég. Bara hvern einasta dag. Fyrst var það hvern einasta dag og svo var það bara yfir vikuna.
og það var alltaf bara nýtt orð það hann að segja setningar þú veist, 4 orð í hérna setningu og svo 5 og bara við sjáum bara fullt af jákvæðum breytingum Þarna er hún 11 ára Já, spáið því við erum bara þarna sko. Akkurat, þetta ekkert langt síðan sko. Og hérna síðan bara hún hættir að fá flói við minnkum flóalyfin hennar 2/3 og við förum að gefa henni ennþá minna af þessum ópíólyfum vegna þess að það sem gerist með CBD-olíuna er að hún hefur áhrif á vissa tegundar af lyfjum og það er aðalega flóalyf eða ópíólyf sem er bara gott magnar upp áhrifin magnar upp áhrifin þannig að við þurfum að gefa henni bara minna sem var orðið ansið stór skammtur á dag sko. En þegar þú tekur þessar flöskur heim Charlotte's Web flöskurnar er það löglegt á þeim tíma? Nei, ekki löglegt en var það ólöglegt? Ekki endilega Nei, það var nefnilega ekki ólöglegt vegna þess að í þessu var ekki THC þeir sem sagt bræðirnir, Stanley bræðirnir sem að stofnaði þetta fyrirtæki þeir bjuggu til iðnaðarhamp sem var þannig gerður að hann var ekki með neinu THC Er þetta svona broadspektrum olía þá? Já, þetta var broadspektrum með öllum kannabinóðunum nema THC hún var raunin með öllum þetta var bara heil planta sko nema þeir voru einhvern veginn náður að útiloka alveg THC Þannig að það er ekki ólöglegt að koma með þér heim en það er heldur ekki löglegt Á þeim tíma var þetta alveg löglegt það var ekkert á móti eða þú veist Já, í rauninni ólöglegt ég veit ekki hvernig þetta var ekki Cannabis á Íslandi er í rauninni alveg ólöglegur af því að það er ekki tekið fram hvaða efni í cannabis eru ólögleg en ef þú nota bara svona lógík þá er bara eitt efni í cannabis sem veldur vímu og það er THC allir hinn 130 pluss kannabinóðnir er ekki að veita vímu sem þýðir að þeir eru náttúrulega ætti ekki að vera ólöglegir en við tökum þessu olíu inn með samþykki taugalæknis Sunnu og hún skrifur upp á það þannig að við vorum alltaf með ef við erum stoppuð þá bara sýnum við fram á þetta og ef það dugar ekki þá er það bara vísir.is eða eitthvað því að svo þarna við sjáum bara að þetta er að virka og við förum að láta fólk vita af því og taugalækna erlendis og rannsakendur og aðra og fleiri og fleiri fara að nota þetta og þetta er bara að virka í flestum tilfellum sér fólk bara mikla breytingu jákvæða breytingu og það verður til þess að ég bara verði ennþá ákveðnir í því að Íslendingar eiga bara þurfa að fá þetta efni eða þessi efni því að það er náttúrulega ekki bara þetta CBD sem er gott í þessari plöntu heldur í rauninni er öll plantan góð helst saman og það sem kallaði full spektrum og það er þá eru bara allir kannabinóðnir og þú þarft ekkert iðnaðarhampurinn inniheldur bara 0,2 til 0,6% THC það er aldrei nóg til að koma þér í einhvers konar vímu En segja mér, hvað er það sem að við tölum CBD kannabíðan hvað er það sem að hann er að gera fyrir okkur? Af hverju hefur hann þessi róandi eða þessi stuðningsáhrif á taugakerfið? Það er að því að við erum með eitthvað sem heitir endokannabinoid kerfi. Endo þýðir að innan. Kannabinoid eru bara kannabinóðar. Og þetta kerfi er svona eins og stuðningskerfi yfir taugakerfið okkar. Og þannig að þegar eitthvað er í taugakerfinu og þá ef við fáum meiri kannabinóða í kerfið sem að heita þá phytocannabinoid sem kemur að utan þá hefur það þau áhrif að það balanserar að kerfi reynir að halda þessum balans og ef að þetta kerfi er í balans þá er taugakerfi í balans og það sem þú gerir þegar þú ert að taka lyf aftur á móti er að þú ert með einhvern óbalans og þú fær lyf
og þá fer það í einhvern annan óbalans af því að það yfirleitt, þetta svona eins og plástur, þú nærði aldrei fullkominn balans með þessum lyfjum, það alltaf einhver aukaverkanir. Já, þessi lyfin eru meira kannski að virka eins og hálfgerður aðskotalötur. Já, akkurat, nema þarna erum við með kerfi sem hreinlega bara tekur við þessu efni og notar það til þess að leiðrétta það sem að í líkamann. Já, við erum með kerfið. Við erum með kerfið og við framleiðum í rauninni þessa kannabinoida sjálf. Það þarna einhverjir móttakarar sem að heita CB eða kannabinoid 1 og 2 svona reseptorar eitthvað. Já, nema hvað það var alltaf talið og bara þangað til fyrir nokkur mánuðum var að talið að það væri þeir sem væri að taka móti efnunum nema núna nýlega fara að tala það líklega sé ekki þeir þegar það búið verið að rannsaka og þeir virðast ekki sína þeir virðast ekki taka á móti þessu í glösum á rannsóknarstofum og þá nú farið að tala eitthvað prótín sem heitir minnum í GP55 sem hugsanlega þetta sem að tekur á móti þessu þetta ósannað þá allavega það sem við vita að við tökum vel á móti þessu og þetta hjálpar okkur og ég búin að taka þetta sjálfur frá þessum degi sem að Sunna tekur þetta ég tek alltaf öll lyf sem að hún fær ég held ég væri einn í heiminum þannig til ég hitti annan HC pappa í Bandaríkjunum sem sagði djöfull þetta skrítið ég ger þetta líka Hvað meinar öll lyfin, flóaveikislyfin og allt Ég tók ekki flóalyfin en svona önnur lyf ég vil bara fá að sjá hvað þetta að gera Já. Og það kom í ljós með eitt lyfi sem hann var búin að vera lengi og í mörg ár ég hafði ekkert prófað það sjálfur og hún talaði ekki neitt meðan hún var á þessu lyfi svo sem sagt prófaði ég bara, tók eina viku á þessu lyfi og þetta náttúrulega á ekkert að gera og ekki gera þetta heima og ég fann það bara, ég átti erfiðleikum með að bara mynda orð Also bara því þú varst undir vímuáhrifum með það? Nei, alls ekki Nú þetta hafði áhrif á talstöðunar? Þetta hafði áhrif á talstöðunar Já Við tökum hana af þessu hún byrjar að tala Wow. Já. En kom þetta aldrei fram sem aukaverkun? Nei, í rauninni ekki ekki fyrir að ég fór að lesa einhverja rannsókn seinna mér sem að tala þetta og svo líka spjallhópar á Facebook þar sem að tala að þetta sé ekki spjallhópar á Facebook? Já, Jesus. Þar lærir maður ýmislegt Já, maður Ok, en hvar ég meina, þú kynir hérna sem formann Hampfélagsins stofnað 2019, það mikið búið að gerast og það mikið vakna, við erum að drekka hérna heimaræktaðan hamp bara úr garðinum hérna í Rauðagerði Akkurat Hvernig tengist þið líka stjórnin, stjórn Hampfélagsins ég sé þetta bara, það alls konar andlit og fólk hvernig myndast þessi heild og úrverður Hampfélagið Hvað er búið að gerast? Hvað gerist? Það myndast í gegnum eina mannesku sem búin að vera að berjast í þessu lengi Þórunn hún sem sagt var með alla þessa allt þetta fólk einhvers staðar tengdist í einhvern veginn og við komum saman út af henni og við erum að koma á sikkura áttinu öll eiginlega Já, allt ólíkur bakgrunnur og agenda og allt það Allt ólíkur bakgrunnur, ólíkt hvað við ætlum okkur að gera sem sagt við hampinn en fyttum svona vel saman að því að við höfum bara þetta eina sameiginlega markmið og það að fá að nýta þessa plöntu og það bara búið að virka það vel og þetta líka allt saman bara venlegt fólk með venlega fjölskyldur og þannig að síðan 1970 náttúrulega búið að vera að reyna alls konar fólk búið að reyna að fá þessa plöntu lögleita en það hefur kannski verið að gera með offorsi og kannski einhverjum látum Það var alltaf verið að nálgast þetta út frá THC-inu Já, þeirri lögleiðing það var einmitt málið þess vegna, og það svo erfitt af því að það búið að segja við okkur síðan við bara vorum lítil að sem sagt kannabis sé slæmt Já. Og það var svo rosalegt rosaleg propaganda gegn kannabis Var hann ekki bara kerfisbundin? Jú, algjörlega. Ég heyrði nú eitthvað tíma sögun þetta, ég man hann ekki. Já, þetta byrjaði í Bandaríkjunum. Það var þannig að ég hafði komið með hampseðli minn, $10
dollar að segja Já, ég hefði að sjá ég sýni ykkur hann seinna en þetta byrjar sem þannig að það áfengisbannið í Bandaríkjunum og það maður sem heitir minnum með Salinger eða eitthvað leys sem settur yfir þá deild síðan er áfengi leyft og þessi maður hefur ekkert að gera og þá fer hann að ráðast á kannabis það svoleiðis sem að óks bara út allt ég meina Manhattan var bara full af kannabis og þess vegna var þetta kallað weed að þetta óks hvar sem eins og bara illgrisi og hann byrjar sem hún vantaði bara verkefni þannig að hann fyrir í þetta og hann hún tekst þetta verkefni sitt þetta bannað svo þegar stríð skellir á þá vantaði efni í föt fyrir hermannina og þá var öllum bændum í Bandaríkjunum gert að rækta hamp iðnaðarhamp til þess að var hægt að búa til þessi föt og svo þegar stríðið var búið þá var aftur bannað en þá hafa blöðin og blómin í rauninni bara þeim bara hent þá eru þau bara að nota stilka og ég meina við erum með hampiðjuna ég ger nú ráð fyrir að það hefur líka verið keyrt áfram á trefjum úr stilkum við Íslendingar erum búin að flytja inn hamp fyrstu víkingarnir komið með bara fræ með sér og við vorum að rækta hamp mjög lengi síðan ég er búin að finna frá 1800 og eitthvað í svona verslunarbókum að við vorum að flytja inn alveg helling af hampi bara væntalegi veiða sem við vorum að nota í veiðafæri og svo leiðis og hampið var alltaf að vinna úr hampi þangað til að hampur er bannaður og þá farið þeir yfir nælon í rauninni ekki bannaður því að 1969 þá er bara sett ný reglugerð á allir sem ætlaði að rækta iðnaðar hamp þeir þyrftu að sækja leyfi svo voru bara ekki leyfi veitt spáðið að fara úr því úr náttúrulegu efni í veiðarfæri yfir í plast akkurat spáðið bara skekkju algjör steypa sem betur fer erum við nú að gera okkur grein fyrir þessi í dag hvað plastið er mikill viðbjóður og náttúrulega bara hverfur rauninni aldrei úr lífríkinu það er 400 plus ár já, alltaf tvöfalt það jafnvel en við erum ennþá að vinna með það en ég meina núna það er nú hópur á Íslandi sem er að vinna í að búa til hampplast sem að þá leysist upp í náttúrunni á einhverjum x tíma þú getur reyni stjórnaði hversu langan tíma og það er alls konar ég meina, og það er ekkert nýtt í þessu Kínverjar eru búin að vera að vinna með hamp alltaf tíð, þeir lokuðu aldrei á sér ég keypti hampbuxur ég var í Beijing já, og þetta er rosalega þægilegt efni já, mjög þægilegt þetta er svona miklu mýgra einhvern veginn heldur en bómullin og endinga betra, miklu sterkara nákvæmlega samt yfirleitt sett með bómull í föt það getur verið að sé eitthvað blandað jafnvel en hvernig er þá staðan og svona lagalega sig var það ekki Píratar sem lögðu fram þetta frumvarp hvað eru 2 ár, var það ekki hitti fyrir þá þeir lögðu fram frumvarp í fyrra er það ennþá bara í sem fór í umræðu 1 og eitthvað svo leiðis já, það fór í umræðu, það fór í velferðarnefnd og þar komum við meðal annars og töluðum fyrir velferðarnefndinni og okkur fannst nú að vera svona fyrir eitthvað jákvætt í þeim hljóðu en svo var þessu bara kastað út, fór ekki lengra þá kom annað frumvarp sem var lagt fyrir síðasta október og það er raunin að fara í umræði núna bara næstu dag en ég meina samt sem áður ég meina það ég ræktaði hamp í garðinum hjá mig síðasta sumar það voru ræktaði 35 hektarar ef mér ekki skjallast síðasta sumar á Íslandi já, og það er ástæði fyrir því sem við erum að tala með CBD að leifa CBD en sem sagt í apríl 2020 þá er leyfilegt að flytja inn hampfræ aftur 50 árum í rauninni eftir að það bannað flytja inn rækta iðnaðarhamp og hann má rækta og hver sem má gera það sá sem flytur inn þarf aftur á móti að fá undan það frá áfengis- og fíkniefnalöggjöfinni og stimpil frá Lyfjastofnun að þetta sé vottaður evrópskur iðnaðarhampur með minna en 0,2% THC og
og hver sem getur ræktað, ég ræktaði heima hjá mér og þú ræktaðir og fullt af bóndum sem voru að gera stórkostlega hluti með þetta og svo búið að vera að vinna úr þessu í allan vetur alls konar hlutir sem hafa komið fram og nýjungar og bæði matvöru og alls konar iðnaði og þetta getur orðið alveg ótrúlega stór og flottur iðnaður fyrir Ísland getur rauninni tekið alveg við túrismannum okkar. Ég heyrði tölur sko sem við erum að fara úr þessum 35 hekturum sem náttúrulega ekki neitt upp í 350-400 hektara núna í sumar. Já, það sem við vitum í sumar svona 150 hektarar en við vitum ekkert alla sem Nei. Það bara svona. Svo heyrði ég einhverja tölur sko, einhverja svona framtíðarspár sko, ef að allt gengur eftir það, eftir 8-9 ár, þá eru við bara komin bara einhvern massívan iðnað. Já. En vinnslan á hráefninu, hvernig þarft ekki að vera vel tækjum búin og annað til þess að geta unnið úr? Eða við okkur vantar það náttúrulega allt. Já. Og þekkingin til staðar og allir innvið, nei, og þekkingin náttúrulega ekki til staðar nema þetta eina sumar. Einhverju höfðu bara í rauninni einn bóndi sem höfðu ræktað þetta áður 2013 og aftur svo fekk hann undan þá til að rækta 2019 og svo náttúrulega bara 2020 og við erum náttúrulega bara algjörði kálvar í þessu, við þurfum að læra þetta og en til þess alveg tilbúið að koma fólk og kenna okkur og við erum með Hampfélagið að tala við Pólverja sem eru tilbúin að koma og bara ganga á milli og kenna. En þetta ákjósanlegt á Íslandi fyrir ræktun á hampi? Sko, það náttúrulega, við erum með rosalega stutt sumar. Við getum náttúrulega ræktað hamp inni allt árið og ættum náttúrulega að vera að gera það. En til þess að rækta hann úti og við sáum það síðasta sumar að það hægt. Það kom upp 30 hektarar af hampi, mismunandi háum eftir hvað hann var og sumstaðar var kaldara en annars staðar en alls staðar kom hann upp. Mínar voru 1,80 á þessum, hvað var, 3-4 mánuðir? 3 mánuðir cirka. Ótrúlegt. En það sem okkur vantar eru yrki sem að taka styttri tíma og það eru yrki sem við getum fengið í Kanada en að því að við megum bara flytja inn frá Evrópu núna þá það svolítið problem sko. Við getum fengið yrki sem getur verið 70 daga að verða tilbúið og altså í þessa hæð? Já, en það sem við erum miklu herri jafnvel sko, 3 metra en það sem að það sem yrkin sem í boði sem þessi Evrópuvottuð yrki og sem við getum fengið, þau eru svona 120 til 140 dagar og það svona alveg grensinni að við náum góður uppskýru. Það hægt, góður sumri en það á grensinni. Það væri betra að fá einhver yrki sem við getum unnið betur með og það gerist engar áhyggjur af því. Við erum með rosalega gott fólk sem stendur á bakvið okkur inn á stjórnsýslunar og þess vegna hefur þetta gengið hratt. Það að Hampfélagið stofnað 2019 og strax sko í apríl 2020 megum við fara að rækta hamp eftir 50 ára bann. Það gerir það ekki neitt sko. Það bara hópur af fólki sem bara tilbúin að fara með okkur alla leið í þessu. Og hann alltaf að verða stærri og stærri og sérstaklega innan Alþingis. Það bara fólk rosalega jákvætt. Líka því að sér ef við getum eftir 10 ár haft 36.000 manns á Íslandi að vinna hamp. Algjörlega. Það náttúrulega ekkert smá. Sko. Við erum náttúrulega líka, við erum að tala atvinnulega séð og hráefnið sem við erum að fá úr trefjunum. Allir þeir möguleikar. En erum við ekki líka að hugsa þetta eitthvað frá einhverju umhverfissjónarmiði, altså hvað var það bindingu á kolefni, það bara alveg svakalega mikið, 20% meira heldur en 3 að þetta vex náttúrulega miklu hraðar. Það verið að tala einhverja greni eða þurruskóa og eitthvað svona dótskói sem bara koðnar í samanburði þetta. Sko. Já, það engin sjans. Þetta er svo, hún vex svo rosalega hratt og hún dregur svo svakalega mikið í sig. Þannig að þetta í rauninni, þú veist, Kingverja voru með einhverja goðsögn sem að sagði að Guðinn hefði gefið manninum eina plöntu sem gerði allt.
hún fæðir þig, hún klæðir þig, hún læknar þig og hún hýsir þig, þú getur búið til hús sem við höfum eftir að gera eitthvað þannig bæði vegi sko. Þannig að þetta er mögnu planta endalaust og þú veist það sem við höfum eftir að gera er að við þurfum að löglega CBD. Já, það er svo hinn ángin. Það er hinn ángin og þá er náttúrulega hægt að vinna verðmætasta partinn úr þessari plöntu. Í olíuna allt svo? Já, í alls konar. Já. Það er hægt að fá CBD, það er hægt að setja það í rauninni hvað sem er. Þetta er bara efnið sem hún getur sett í þess vegna í bara svona bangsa eða nammi eða veip eða olíu. Takk fyrir Gunnar minn. Þú borðar þetta bara eins og söl. Þetta, smakkaði. Svo eru fræin hérna, þau eru líka full af prótínum. Rosalega prótínikt. Já, þetta er geggjast af það. Já, er það. Þetta er hagfræðilegt, þetta er lýðheilsumál, þetta er umhverfissjónarmið, það er... Já, þetta er kolólegt, sko. Nei, þetta er ekkert ólöglegt. Ekki löglegt. Jaha. Algjörlega. Mátt alveg borða það. Þetta er rosalega. Þið eru með bara eitt börn. En með hamfélagi, eru margir félagar í félaginu eða hvernig gengur hefur þetta verið? Við erum hamparar. Hamparar, já. Hamparar sem hampa hampinum. Já, við erum, skráði félagar eru að nálgast 200. Okay. Við erum með rosalega, Facebook síðan okkar er 3000 og eitthvað held ég. Og það er alltaf að bætast í. Þannig að það er rosalega margir áhugasamir, það er mikið af fólki núna að senda okkur fyrirspurnir bara á hverjum degi, veist, hvernig get ég nálgast fræ, mér langar að rækta, ég er með smá sumarbústaðalóð hérna og mér langar að gera þetta og það er bara mikill áhugi og líka hjá fyrirtækjum sem að vilja vinna úr þessu eitthvað. Nokkur fyrirtæki sem vilja vinna bara CBD hreinlega til útflutnings og hafa farið til ráðuneytanna og tala við þau varandi það. Það er náttúrulega ákveðin þrýstingur líka. Það eru margir sem vilja vera forsjáir núna og stökkva á vagnin meðan þetta er á þessu stigi, sko. En þetta er líka bara, þetta er bara svo gott fyrir samfélagið að svo mörgu leyti. Og nú eru nokkur skólar með þessu að taka það upp að kenna hreinlega börnunum að rækta hamp og vinna svo úr honum og það var síðasta vetur núna bara var Hallómsstaðaskóli minni mig allavega í þessu og einhverju fleiri þannig að þetta er að komast inn í skólakerfið og núna er þetta á að kenna fólki hvað hampu getur gert til þess að bæta samfélagið en ekki útmálan sem einhverja plöntu sem á að banna. Nei, nákvæmlega. Þannig að við erum bara réttir leið. Þetta er náttúrulega líka spurningu það að við sjáum það í þessu COVID-ástandi að við þurfum að vera sjálfum okkur nóg og þessi planta getur gert svo ótrúlega margt að við höfum ekki að vera skilja hana út undan þegar hún getur gert alla þessa hluti fyrir okkur. En CBD er ekki að ógn fyrir stóran hluta lyfjaframleiðslu, þú sér, við erum að tala bara svefnvandamál, við erum að tala kvíða, við getum verið að tala ADHD, flogaveiki. Jú, þetta er í sjálfu sér, þannig lagað séð, þetta mun leiða til þess að það verði ekki selda eins mörg lyf, ef fólk getur fengið sem eitthvað sem er náttúrulegt, hefur engar aukaverkanir og kosta minna og getur jafnvel bara búið til heima hjá sér. Auðvitað mun það hafa áhrif. Og skít virkar. Og virkar, alveg rosalega hratt og vel. Það mun hafa áhrif að sjálfsögðu og það er náttúrulega ástæðan fyrir því að þetta er búið að taka svo langan tíma að leiðrétta þennan hlut, þessara plöntu. Það er að því að það er mótstaða og það er mótstaða sem áfyllt af peningum. En ég held nú að þetta er nú svona, ég held að lyfjafyrirtæki séu farin að sjá tækifæri í þessu líka og það er náttúrulega lyfjafyrirtæki sem eru farin að framleiða lyf með bæði CBD og THC. En getur það ekki komið í bakið á okkur, hvað var það lögleiðinguna, hvað var það flokkunna á CBD-inu?
að það sé lyf. Já, altså að þú ert þá fann að flokka CBD sem lyf en ekki hefðbundna fæðubót. Nei, þá bara gerum við það sem það er gert með öll önnur svona efni, er að ef þú ætlar að nota þetta sem lyf við einhverjum erfiðum sjúkdómi, þá þarf það að taka mikið af því. Aha. Og þá bara flokkar það þannig að lyf er eitthvað sem er með x mikið milligram fyrir dagskamt, fæðubótarefni er undir eitthvað x miklu. Og þarna yfirleitt verið að tala töluna 200 milligram á dag. Ef þú ert yfir því þá ert að fara að tala eitthvað sem heitir lyf og ef þú ert undir því þá ert að tala fæðubótarefni. Síðan alltaf verður maður að passa sig að ef maður er að fara að versla sér svona, að versla ekki hjá hverjum sem er. Og vilja og alltaf hafa svona, sjá til þess að gæðakröfurnar séu í lagi og þú getur alltaf séð nákvæmlega hvað er í. Vottað. Já, það sé vottað og með það sem heitir svona batch-númer, þannig að þú vitir nákvæmlega hvað var í þessum skammti. Og þá er það, þurfum við að hafa þetta utanumhald og sem er bara nauðsynlegt. Sérstaklega í svona nýjum iðnaði, allavega nýjum hérna á Vesturlöndunum. Gekkja. Já, rosalega mikið og spennandi og mikið tækifæri. Mjög spennandi. Já, og svo er bara eins og núna í dag er hægt að kaupa krem með CBD úti, bara á netinu og úti í apóteki og þessi krem er að gera, þau eru svo stórkostleg. Þarna eru verkjakrem og út með psoriasis og eksem og bólukrem og að því að CBD það endurnýjar frumur svo hratt og þá er það svo gott fyrir húðina. En þessi krem sem þú setur á þig, þau fara ekki inn í blóðrásina, þannig að þau geta ekki haft áhrif á það. Nei. En þau geta farið inn í liðina og hjálpa þær þar. Líka bólgur og annað. En snýr þetta ekki mikið bara að upplýsa? Jú, og nálgast þetta frá mörgum Handfélagið náttúrulega, það er það sem við erum búin að vera að gera. Já, einmitt. Bara fræða, bara láta fólk vita hvað er hægt að gera með þessar plöntur. Og frá öllum sjónarhornum. Og við forðumst það yfirleitt að tala vímugjáin, því að hann kemur sér bara ekki við. Í rauninni ekki, ekki þessu samhengi. Alls ekki. Og ég tala hér sjálfur sem óvirkur alkoholisti og fíkill og hef gert það opinberlega og fyrrum allt svo stóner ég var í Daneslu á THC í mörg ár og ég tæknilega séð á ekki að geta farið þessa leið allt svo drukkið CBD svona út frá hefðbundum skilgreiningum en það hefur bara engin whatsoever áhrif á mig en samt sem áður þurfti ég að stíga ákveðin skref sem að voru sem voru altså byggð af 8 og út frá fáfræði og það er einmitt það það er að þegar við fáum þessa upplýsingu erum lýst upp og sem veitir okkur traust þess að stíga inn í framtíðina og fá nýja reynslu og þá bara einhvern veginn getur við staðið upp og sagt bara vá, þetta er geggjað En eðlilega ertu hræddur, ég meina þú ert búin að vera í einhverju svona fíkniástandi í mörg ár. Þetta er eitthvað sem búið að segja við þig að bara þú átt eftir að finna þessa þörf þetta af því þetta er cannabis. Já, þetta er trigger. Ég heyri þetta mikið En og þetta er náttúrulega bara líka venlegt fólk. Það heldur bara ef það fer að fá sér hampte þá verði næsti skammtur bara kókaín. Það er bara bein, það tenging þarna á milli. The gateway drug. Já, sem þetta náttúrulega bara hefur ekkert að gera með. Og og það er bara svo frábært að fólk, þú veist, nú er þetta notað, einmitt CBD olíur eru notaðar í svo flottustu meðferðarstöðum í Bandaríkjunum til þess akkúrat að koma fólki úr fíkninni. Já. Í stað þess að unnota líbríum mikið til dæmis af því þetta dregur úr þessari fíkn sem þú hefur í þér og líka heldur mataræði uppi sem er nú stór partur altså matalist segi, og sem er líka stór partur af því þegar þú ert á til dæmis krabbameinsmeðferð að matalistin fer og í tilfellum af krabbameina þá hreinlega deyrðu bara út af vannæringu ekki út af sjúkdómnum sjálfum. Nei, mitt. Og það bara því að þú hefur eitthvað matarist. En svo er krabbameinsmeðferðirnar, það er svona svolítið annar kapítuli út af fyrir sig, því það ertu líka farin að tala THC og hátt magn af THC ef það á að trýta eins og túmora
kannski sambland af svona iðnaðarhams olíu og svo THC olíu og þetta orðin bara þekkt meðferð í eins og Þýskalandi búið verið mörg ár ef þú fær krabbamein þar þá færðu bara kannabis með þú færði í ákveðna kannabis meðferð en hitt bara svona bara fylgir meðferðinni Amen. Hvað segir þetta, Davíð? Þetta bara þetta læri eitthvað já, alveg helling sko ég nú búin að vera að stúdera þetta aðeins mikið síðust daga sko en ég svo sem bara gegga, ég get ekki beðið sko ég náttúrulega stoltur hampari sko þannig að framtíðin björt sko velkonur í félagið ég veit ekki Siggi, við erum bara að fara alveg yfir þetta bara þú veist við erum búin að fara viðanvall en kannski þú veist bara í lokina því að þú varst að undirbúa mig fyrir viðtalið þá varst að tala þú veist þessi ferð sem maður fer í og hvar maður og hvernig maður þroskast á henni og allt þetta það er búin að gríðalegt ferðalag en ég held að ég sé ennþá bara að læra ég er ennþá að læra á sjálfa mig og hvernig ég get haldið kvíðanu niðri og út af allir þessi spennu sem er alltaf í líkamannum sko þannig að við erum ennþá bara á ferðalaginu og við höldum því bara áfram og ég held að hætti enginn á ferðalaginu gegnum lífið sko en við lærum og ef við nýtum okkur lærdóminn þá verðum við bara betri hann Rudolf Steiner ekki þessi, þetta er El Dudorino en Rudolf Steiner sá sem að stofnaði Waldorf hann sagði mér ýmislegt spekingslegt en hann segir í bók sem ég las daginn að sko ef þú veitir fortíðinni og reynslunni í sko réttan farveg þá sko kristallast hún breytist í fjársjóð og það er einmitt þetta bara, veist, þú styrkist Akkurat. Þannig að við erum farin að nýta við sjáum ekki áföllin og sorgina og gráturinn sem endalaust eitthvað neikvætt og hræðilegt moment sko, þetta er bara hluti á okkar sögu og eitthvað sem gerir okkur að þeim manni sem við erum, eða þeim manneski sem við erum í dag. Þannig að nú kannski síðasta spurningin til þín, myndir þú vilja breyta einhver, ef þú getur breyta einhver í dag? Sko, auðvitað myndi ég vilja breyta því að dóttir mín var ekki með hana sjúkdóm. En ég veit það líka, ef hún var ekki með hana sjúkdóm, þá var ég ekki maðurinn sem ég er í dag. Og ég er alveg sáttur við það hvernig ég er í dag, skilur, og hvað við höfum gengið í gegnum, en að kannski þess að ég vildi breyta er að hún væri ekki endalaust verkjuð og þjáð. Og ef ég gæti tekið það og sagt, ok, hún fættist heilbrigð, á móti lærði ég ekki allt sem að ég er búin að læra. Og myndir þú skipta því út? Já, alveg. In a heartbeat? Já, eins og skott. Og vera bara alveg oblivious. Og vita ekkert neina sjúkdóma. Bara eitthvað braska með bíla. Já, bara eitthvað braska með bíla úr. Opna sólbástofur og... Já, ég myndi alltaf gera það. En auðvitað er þetta gríðarlega reynsla sem maður er búin að fara í gegnum í þessu öllu ferli sko. Og við erum náttúrulega ekki búin að tala um einn sem nefna að brota þessu. Já, ég veit það sko. Ég veit það. En þetta er held ég orðið gott. Já, ég held það líka. Ekki? Já. Davíð, erum við ekki bara góðir? Ef að þakka honum Sigga fyrir að koma til okkar í Þvottáhúsið. Takk fyrir, kæri vinur. Takk.